Já, þetta ákaflega ánægilegt að geta veitt þessa viðurkenningu fyrir heiðursfélaga. Ótrúlegt og það maður sem unnið ótrúlega mikið fyrir félagið og var mikill einlægni og elju. Og ég ætla að fá að lesa svolítið hann og hans verk fyrir félagið og fyrir dýrin í landinu. Ólafur Dýrmundsson fæddist í Reykjavík árið 1944 og var á sumrin í sveit í Hnausum í Húnaþingi hjá skyldfólki sínu sem barn fram á unglingsár. Þar kynntist hann ýmiss konar dýrum og fekk mikinn áhuga á sveitabúskap. Hann var fjárbóndi í Vogahverfinu í Reykjavík 13 ára gamall og byggði yfir. Hann hirti kindur í tómstundum alla vetur á skólaárunum í Vogaskóla og í menntaskólum í Reykjavík og var einnig með hænsnum skeið. Ólafur ennþá með kindur og hann heldur þær í fjárhúsi sínu í Seljakverfi í Bakarunum og var einn af síðustu fjárbændunum í Reykjavík. 1960 gerist hann áskrifandi að dýraverndarunum og við lestur hans fékk Ólafur sem unglingur nokkur kynni af dýraverndarmálum hér á landi og einnig í Wales þar sem hann var við nám í búvísindum frá 1966 til 1972. Ólafur starfaði rúmlega 40 ára skeið við málefni landbúnaðar, fyrst á Hvanneyri og síðan í bændahöllinni hjá Bændasamtökum Íslands. Þar kom hann töluvert að dýraverndarmálum og sat meðal annars í nefnd sem samdi fyrstu lögin búfjárhald. Ólafur liðsinti forvera DÍS, Sambandi dýraverndarfélaga Íslands, við að varðveita húseign á Selfossi 1980. Húseignin var arfur eftir Jón Konráðsson kennara og forstöðumann Sauðfjárbændarsjóðsins sem dýraverndarsambandið varðveitir og sat Ólafur líka lengi í stjórn sjóðsins. Ólafur satt einnig lengi sem fulltrúi DÍS í dýraverndarráði þegar málaflokkur dýravelferðar var hjá Umhverfisstofnun og síðar skeið í fagráði velferð dýra. Kynni Ólafs að margvíslegri umfjöllun dýravelferð urðu meðal annars til þess að Bændasamtök Íslands fólu honum umsjón með forðagæslu og búfjáreftirlitskerfinu í landinu langt árabil. Þangað til að Matvælastofnun tók við eftirliti með velferð dýra árið 2014, ekki 1914. Ásakið. Ólafur var formaður Dýraverndarsambands Íslands á árunum 2007 til 2012. Hann vann ötullega að endurreist DÍS á þessum árum sem reyndist sambandinu dýrmætt uppaf, en það hafði þá verið í lægð tíma. Hann var einnig formaður Norræna dýravelferðarráðsins á árunum 2008 til 2011 sem samstarfsráð helstu dýravelferðarsamtaka á Norðurlöndunum. Ólafur átti einnig þátt í því að verja húseign í eigu DÍS á þessum tíma í Víðidal í Reykjavík sem áður hýsti fyrsta dýraspítala landsins sem bæði félagasamtök og einstaklingar reyndu að komast yfir. Húsnæði var selt árið 2009 og var DÍS þess vegna mögulegt að kaupa húsnæði á Grensásvegi árið 2019 sem einnig hefur verið selt og styrkti þetta stoðir sambandsins. Það stjórn Dýraverndarsambandsins sönn og mikil ánægja og mikil heiður að gera Ólafur Dýrmundsson að heiðursfélaga í Dýraverndarsambandi Íslands fyrir mikilsvert framlag sitt fyrir sambandið og fyrir velferð dýra í landinu. Og ég ætla að biðja hann Ólaf koma hérna upp. Ég ætla ekki að tala mikið vegna þess að ég hef stjórnað svona samkomum og ég veit að það er erfitt að halda tímamörk og alveg stórhættulegt að hleypa svona mönnum eins og mér í pontu. Þegar við erum eldast þá förum við að rifja svo margt upp og ég geti talað margt varðandi Dýraverndarsambandið og mér efst í huga þakklæti fyrir þessa viðurkenningu sem ég hef afskaplega vænt hana og nota þá tækifæri í leiðinni til að óska samtökunum til hamingju með afmælið og vel til fundið að minnast þess með þessum hætti samkomunni hérna. Mér langar aðeins til að líka að nefna það að ég er mjög þakklátur að hafa kynnst svo mörgu góðu fólki
í gegnum tíðina sem hafa verið að vinna að dýraverndarmálum og ég held að séu margir sem ættu frekar skilið þessa viðurkenningu heldur en ég. Ég er búin að þekkja svo margar sem hafa sinnt þessu málum mjög vel í langan tíma. Nú, ég kemst ekki hjá því að nefna það að mér finnst gangurinn núna hjá dýraverndarsambandinu vera góður. Mér finnst vera svona góð vakning í gangi þar og ég heyri það líka hérna hjá ráðherra landbúnaðarmála og þar með dýravelferðarmála að það eru ráðagerðir umbætur í sambandi við löggjöf og fleira en á því er þörf. Og ég ætla aðeins að nefna bara 2 málaflokkar sem eru mjög mikilvægir en það er svo margt annað reyndar að það er eftirlit með dýrum í landinu. Eftirlit skiptir mjög miklu máli og það þarf að efla og vonandi verður það gert. Og svo er annar stór málaflokkur sem að þarf að hafa stöðugt augun á og við vorum reyndar farin að vinna töluvert í því þegar ég var formaður að það er verksmiðjubúskapurinn. Það er mjög stórt mál en þegar ég fer að tala þessi mál svona þá er ég alveg viðbúið, það er viðbúið að fara að tala meira og þá er fjandinn laus. Þannig að ég ætla ekki að hérna, ég veit að það er svo gott prógram hérna og eftir, búið að vera gott, ég ætla að bæta í viðvarðandi tungu, það var meira að segja bara sauðfjæðar. Það var aðal baðstaðurinn fyrir sauðfjæ í Reykjavík, hann var í Tungu lengi vel. En gott og vel, ég vil bara óska dýraverndarsambandinu og þeim sem þar starfa núna og er í forsvari, óska þeim alls hins besta og þakka fyrir mig.